og tvinntölur og í þessu myndbandi ætla ég að tala hvernig við getum skoðað þær myndrænt og gefið þær á svokölluðu pólformi. Nú, við höfum aðeins séð að A er raunhlutin og B er þverhlutin og stundum þá setur maður þetta fram svona myndrænt. Þá teiknar maður það sem við kallum argand-diagram eða bara argand-mynd og þá lætur maður x-ásinn tákna raunhluta tvinntölunar og y-ásinn tákna þverhluta tvinntölunar. Þannig að segjum að við séum bæði pósitíft x og y, a og b fyrir ekki, þá getur þetta verið sú tvinntala. Hér fór ég a út á x-ásnum og b upp á y-ásnum. Nú, þetta er ýmist táknað með svona bara punkti þar sem hann er, eða sem er mitt svona vektor. Og þegar maður er búin að teikna þetta upp svona og maður sér þetta svona tvívíð tala, það er með raunhluta og með þverhluta, með tvo hluta hérna og ég tákna þetta svona, þá sér maður að það er önnur leið til að tákna hvar ég er í planinu, hvaða tvinntölu ég er með. Maður getur sagt í staðinn fyrir að segja hvað ég ætla að fara langt út eftir x-ásnum og hvað ég ætla að fara langt út eftir y-ásnum, þá getur ég sagt hvað er þessi tvinntala löng? Þetta er lengdin á tvinntölunni og hvert er hornið sem að tvinntalan myndar við póstífan x-ás? Hornið hérna þetta. Þá sjáum við til að reikna lengdin á tvöfalt af. Þetta er einfalt að nota Pythagoras, það er rótin af a í öðru pluss b í öðru. Og til að reikna út hornið hérna sem myndast við póstífan x-ás, nú þá það kallum við argument eða arg tvöfalt af. Þetta kallum við á íslensku stefnuhorn. Og það er formerkið á þverhluta-tölunar sinnum arcus cosinus af raunhlutanum deilt með lengd tvinntölunar. Við höfum alltaf fundið þetta út frá þessari formúlu. Þetta hér er hvert formerkið er á b. Hvort ef það er plús þá stendur bara hérna plús og ef þetta er neikvæð tala b þá stendur bara hérna mínus. Nú skulum taka dæmi. Nú, tökum fyrst bara dæmi tvinntöluna 1 pluss i. Ef ég teikna þessa tvinntölu upp í svona tvintöluplan, getum við kallað þetta. Þetta er kallað tvintöluplanið. Fer 1 út á x-ásnum og 1 út á y-ásnum. Lendir sem sagt hér. Og sé ég er að fara jafnlangt hérna og hérna. Sé hornið mitt hér er, við ætlum að gefa þetta í radíunum, þannig að þetta er 1/4 af leiðin hingað, 1/4 af pi. Þannig að ég ætla að segja þeta, líka þess sem argumentið af tvöfalt af, er jafnt og pi deilt með 4. Þetta hefðu við að sjálfsögðu líka geta reikna út með að segja arc cos af 1 á móti rótin af 2 og rótin af 2 er komið til vegna þess að lengdin af tvöfalt af er rótin af 1 í öðru pluss 1 í öðru sem er rótin af 2. Og hér er ég pluss arc cos vegna þess að það er ég með póstífan þverhluta. Tökum annað dæmi. 2 mínus 2 fyrir ekki það. Þá er ég hérna með, raunhlutin af tölunni er 2 og þverhlutin af tölunni er mínus 2. Og ef ég ætla að finna hornið, þá er best að teikna upp bara. Ég fer 1, 2 út á x-ásnum og ég fer 1, 2 niður eftir y-ásnum. Ég er hérna. Þannig ég sé að þetta hérna horn þeta, þegar ég mæli hornið mitt þá fer ég alltaf út frá pósitífum x-ás og hornið mælist í þessa átt hérna. Þannig að ef ég fer í hin áttina þá er það neikvætt horn. Þannig að rangsælis frá pósitífum x-ás. Þeta er sem sagt mínus pi deilt með 2. Nei, fyrir ekki mínus pi deilt með 4. Lengdin af tvöfalt af er rótin af 2 í öðru pluss 2 í öðru sem er þetta rótin af 8 sem við getum skrifað sem 2 rótin af 2.
Þannig að hornið hefði við að sjálfsögðu geta reiknað með að segja, núna er ég með neikvæðan þverhluta, ég segi mínus arkkós af raunhlutanum sem var 2 deilt með lengdinni. Og þetta verður einmitt mínus π4. Við tökum fleiri dæmi. Já, hvað með tvinntöluna 2 eftir 5? Þetta er tvinntala með þverhluta 0. Nú, það var eins og að teikna hnitið 5,0. Þannig fer 1, 2, 3, 4, 5 út eftir x-ásnum og 0 upp eftir y-ásnum. Þannig að þetta hér er tvinntala mín, hún liggur hérna á x-ásnum. Sér svona. Þá er hornið sem að myndast við póstífun x-ás er akkurat 0 og lengd tvinntölunar er rótin af 5 í öðru pluss 0 í öðru, það er bara 5. Og þess að við förum 1, 2, 3, 4 og 5 og getum lesið bara beint út á myndinni hver lengd tvinntölunar er. Við pröfum þá tvinntölu sem hefur þverhluta 0. Nei, raunhluta 0. Byrjum á þessari hérna. Hvað ef við erum með neikvæða tölu? Þá í staðinn þá förum við mínus 5 eftir x-ásnum. Fyrir 1, 2, 3, 4, 5. Förum hingað. Þetta er mínus 5. Þá er hornið, lengdin í fyrsta lagi er 5. Þetta er 5 langt hérna. Og hornið er þverhlutin er 0, þannig að það er ekki neikvætt hérna. Og arkus kósinus af mínus 5 deilt með 5 er akkurat pi. Þá getum við snúið akkurat tvinntölu sem er með engan raunhluta. Ég ætla að taka tvinntöluna 2 í. Já, lengdin af þessari tvinntölu er rótin af 0 í öðru pluss 2 í öðru. Það er bara 2. Og hornið sem myndast við póstífun x-ás. Nú, ég fer 0 á x-ásnum og 1, 2 á þverhlutanum. Fer hingað. Þannig að þetta horn hér er auðvitað 90 gráður, þetta er pi aðrir. Það hefði ég líka getað fundið með að segja arkus kósinus af 0 deilt með 2. Það gefur mig pi aðrir. Nú hvað ef ég væri með mínus 4? Hvað væri það á ásnum mínuna? Þá er ég með 0 á x-ásnum og ég er með 1, 2, og við skulum hafa ásana kannski svona svipaða. 1, 2, 3, 4. Fer mínus 4 hérna niður. Þetta er tvinntala mínus 4. Þannig að munum að við förum alltaf rangsælis frá x-ásnum, þannig að ég fer í þess átt, þá fæ ég mínus p-aðrir. Það er auðvitað að geta reiknað með að reikna arkkósan 0 í mínus. Ég myndi segja sem sagt að því ég er með mínus hérna þverhluta, það myndi segja mínus arkus kósinus af 0 deilt með 2, sem er sannarlega mínus p-aðrir. Nú, hver er lengdin? Hún er 1, 2, 3, 4. Þannig að stundum getum við bara séð út hver lengdin er og við getum séð út hvert hornið þurfum ekki að reikna. En við getum alltaf að nota formúluna til að reikna. Tökum annað dæmi, þar sem er ekki auðvelt að sjá út hvert hornið er. Tökum til dæmis 4 mínus 3. Það tek ég hérna. Fer 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3 niður. Fer hingað. Og hérna er ekki augljóst hvert hornið er hérna. Það er neikvætt ef við mælum í þessa átt. En það verður, þetta er mínus vegna þess að það er neikvæður þverhluti, arkkós
af raunhlutanum deilt með lengdinni. Og þá þurfum við að reikna lengdina. Lengdina tvöfalda fer rótin af 4 í öðru pluss 3 í öðru, sem er rótin af 25, það er 5. Þannig að hér getur sett inn 5-una og svo sláum við sinni í reikningu og fáum að þetta er cirka mínus 0,6435. Þannig að þá erum við komið með hornið. Það passar nokkurn veginn hérna. Til að miða við hvað við erum með stórt horn, það er að sjá fyrir ykkur hvað þetta sé réttala. Þá erum við miða við að þetta sé einhver staðar undir helmingnum að leiðinni hérna mínus pi fjórðu. Þannig að maður reikna út hvers úr tala er. Þegar við gefum tvindurina svona í staðin fyrir að gefa sem x-hnit og y-hnit, það segja raunhluta og þverhluta, gefum það sem lengd og horn við positífan x-ás, þá erum við að gefa það á pólformi. Sem sagt, 2 afhjátt af 1 pluss y getum við gefið sem rótin af 2, það er lengdtölunar, sinnum e í pi fjórðu y. Eða, við getum skrifað rótin af 2 sinnum kósinus af pi fjórðu pluss y sinnum sínus af pi fjórðu. Hér fyrir ofan erum við búin að fara alltaf úr þessu formi yfir á pólformið og í pólforminu til að komast yfir tilbaka þá getum við notað þessa hérna formúlu. Ef við vitum lengdina, við vitum hornið, þá getum við komast tilbaka úr pólforminu yfir í kartesisk snitt. Tökum annað dæmi. Ef við erum með 2 mínus 2, þá er ég sérst með 2 sinnum rótin af 2 sinnum e í mínus pi fjórðu y. Við reiknum þetta út aðan. Þetta getur skrifað líka sem 2 sinnum rótin af 2 sinnum kósinus af mínus pi fjórðu pluss y sinnum sínus af mínus pi fjórðu. Nú vitum við með sínus og kósinus að kósinus er jafnstætt fall, þannig að kósinus af mínustölu er að sama á kósinus af sömu plústölu. Þannig að þetta maður skrifa svona. Sínus af það mútur oddstætt fall, þannig að ef við tek mínus af hér, þá setjum mínus fyrir framann. Og þetta er pólformið hérna. Segjum þetta gott.